Jó Síðu öngs Öngs Ég búin að eiga mjög öng sólarhring, getið sagt ykkur. Nú. Ég fekk á heilan í gærmorgun að ég yrði að eignast grill. Ég bara fann að grillsumarið var að detta inn. Að handa við hornið. Já, og grillið mitt orðið bara eins og eitthvað svona homemade eldvarpa út í garði, skilur þetta. Það bara hægt að hafa á að hæsta, það stöðugur logi einhvern veginn. Tengjum við þetta. Og hérna var svona fyrra. Og þetta timburhús og bara ég get ímynda verið að fara hratt og bara meira þess að hús ofar í götunni, við þekkjum þann dót, sko. Kviknaði að því að út frá grilli, sko. Pældi þau voru inni að borða bakaða kartöflur og það bara brann svolítið, sko. Það var alveg að fara í massa endurbetur. Allavega, ég fekk á heilanum að ég yrði að eignast grill og hafði samband við mína menn í Járn og Gler, Weber, sagðist þér á leiðinni, svo loka þeir 4 sem hendar ekki makt í hana, sko. Þannig að ég var einhvern veginn, kom með pabbi í þetta og alls konar vesen og fekk einhvern veginn afmælisgjöf frá foreldrum mínum, svona hluta af þessu og ég er með Ebers grill sem ég keypti í húsmiðinu á Aslati. Ebers? Já. Og einmitt þýskt grill, sko. Ok. Og ég var 4 klukkutíma að setja það saman í gærkvöldi og ég frekar laghendur, sko. Og enginn enda að hjálpa mér í fjölskyldunni og þú veist, og þetta eins og setja saman IKEA-dót sem sko, þú veist, með ljósritunum leiðbeiningum eða eitthvað. Þetta bara óskýrt dót, skilur við, en ég alveg beigangað og grillaði pizzu á steini og var með. Þetta gott grill? Já, þetta gott grill. Hvað margir brennarar? Sjá hvað það margir brennarar? Já. Það segir það? Já. Viltu við það? Danni þannig sér hann silent í þessu, hann algjör grilltopp og fyrir honum hefur alltaf verið miklu eðlislegar að grilla heldur en mér, sko. Grill framlenging á höndunum hans, grilltöng, sko. Ég með 1 brennara hérna, ég með annan hér, ég með 3 hérna, ég með 4 sem turbobrennari. Já, ok. Turbobrennari. Þannig að það getur hraðgrillað. Og bara náðu þessu sear sem þessi gaur að tala um. Svo ég með þverbrennara hérna á miðju fyrir ofan grillið, sko. Þar var ég að taka pizzuhittan, gæti jafnvel, ég hugsaði fyrst ég gæti kannski opna lítinn shawarma þarna út á palli hjá mér, skilur, við erum með eitthvað tanni og verið að sneiða þetta, sko. Og svo ég með hellu sem ég veit ekki hvað ég ætla að gera við. Ertu með svona sisters? Já, þú bara ert með eldhús. Já, ég með Sistersson. Ertu með Sistersson? Já. Það er það sem er svona heilla mig sem consumer á grilli, það eru síðan Sistersson sem þess að basically það svo gimdi bara, tekur svona upp svona, svona hliðar borð í grilli, það er orðið Sistersson. Herru, nú skal ég tala Sistersson. Þú hefur verið út í sólinni í dag. Ó, já. Og lítur út eins og mögulega þarf það bara að segja hlustendum podcastins hvar hægt að ná svona góðri sól í Reykjavík því að þú virðist hafa fengið hana þétta, sko. Já. Og veitu hvað, það er kannski ekki að hafið þið séð þennan mann, þetta er svona þannig lúk. Ég veit það, þetta er Perp Walk Lab, sko. Svona eins og police sketch. Þú veist, þessi maður að dyljast, sko. En veistu hvað, það er svo létt að vera eitthvað, hvað bræðast í sólinni, guys, þetta verður brúnt. Já, nákvæmlega. Svona tanið. Ég má bara þegar menn voru að ekki að bera í sólavertu, það voru að bera í svona olíu, munið því, til að verða það tannari. Það var ekki til að verja sólinni, það var til að turn it the fuck up. Þeir gera það á Ítalíu ennþá, sko. Það alls konar fólk sem treður olíu á alls konar staði, hárið á sér og svona. Það mun held ég alltaf vera. Hafið þið prófað eitthvað svona? Nei, aldrei. Hún þránar olían, sko, verður svona lykt, svona, eins og vond olíulyktaði, sko. Já, og svo fólk sem að þvær sér ekki með sápu. Já, ég hef heyrt af þessu. Eitthvað no poo moment eða? Já, einmitt, sko, en hvað við að tala um þar, sko? Þeir segja að hárið fara að þvo sig sjálft. Já, eitthvað svoleiðis. En raskatið fyrir ekkert að þvo sig sjálft, eða pungurinn að þeir, sko. Ég líka var fundið að, sko, þegar maður kaupir eitthvað svona svitalegt eða sem á að vera eitthvað frá ASAP eða Labo, ég var ekki að koma þangað, ég teki alls konar dellur. Ég var ekki að kaupa svitalegt eða sem kostar bara 10 skall. Danni. Herru, og ég var bara, þetta var bara það sem þú fórst í náttúruvín, ég fór í svitalegt eða sem 10 skall. Og þetta var bara, þetta voru eitthvað nýtt til að hafa áhuga. Ég hef ekki áhuga, ég fann bara eitthvað að geta.
síðan var ég bara eitthvað nei, fór bara í bónus Já, ég kaupi Nivea og og þetta með 24 hour protection það stendst, þetta eru 20 pluss tímar allavega þegar þeir eru komin í 48, þeir eru með þess að komin í 72 þá veit ég, þá varstu örugglega bara máleina umferð af einhver undir hendur þetta er bara eins og í hversu mörg aukaefni þetta er svona eins og í True Crime, the first 48 man, þetta skipta það mestu máli en sko málað, ég held bara einhvern veginn að það skipti bara öllu máli að sé einhverju þungamálmar í þessu og eitthvað sitt, annars er þetta bara eitthvað svona engifer og bara eitthvað kjaftaði sko. Og þetta virkar ekkert, þú ert bara stengi eftir bara... Já, að vera stengi er nefnilega, það er rosa hindrandi. Já. Það er einhvern veginn... Það er ekki önglegt. Jú, nei, er ekki steng á honum. Er ekki öngs með einhvern svona mikinn svít... Þeir eru með svo mikinn rakspíra og svo sveittir að það verður eitthvað bara svona kemísk feromón í loftinu sem er bara eitthvað, hvað dæmi er þetta? Það er... ég ætla bara að segja ykkur eitt og ég vil ekki að þið segja mig sannleika núna líka, þú veist, ég veit ekki hvort þið sé stengin eða ekki sko. Það er ekki ég hef aldrei fundið vótarétt þá hún, meina, ég var á bara einni stjörnudaginn, ég rak svo mikið við inn í ykkur hótelherbygg sem hún var að taka, það var náttúrulega að æla kameramennin þér, þannig að þú veist, ég hafði séð þetta sko ég hafði rosa prumpuveiki hana og hana, en þú veist ég var til dæmis í vatnarskoðinu sinni með gaur sem augljóslega kom bara með 2 pörur nærbuxum og sagði engum frá því. Ég veit ekki á hverju, ég las þetta svona hratt sko. Ég las þetta strax sko. Og hann kom bara með 2 pörur nærbuxum og ég sá hvað hann ákvað að gera. Hann ákvað að vera í fyrsta parinu í 6 daga og fara síðan í reynar hann fyrir lokakvöldi. Hvernig myndi maður annars spila þetta? Er þetta ekki langbært? Myndi maður ekki tala við þarna gaurana, fóringjana og bara komast í þvottavél að fá jafnvel send para sunnan eða eitthvað en ef þú getur það ekki, er ekki þá betra allavega að þjást svona framan af og eiga svona góða heimferð? Þetta er fýtt gaur he got a stank on fólk við, og þú veist, og börnir er svo grimmskir og bara tóla gaur og bara, djöðis, fólk skýta litur aðeins maður, bara talaði enginn við hann í 6 daga en hann átti rosa comeback á kvöldvökunni, sko, þá var hann fresh og gæti byrjað með clean slate, sko, hafa geðveikt. Ég búin að vaða í einhverju á þarna og eitthvað. Synd í vatninu? Já. Nei, ég á rosalega góðar minningar úr vatna, sko. Þrátt fyrir að hafa strokið hann. Hvernig var það? Ég hef heyrt það í maður. Nei, ekki ég. Já, ég Jónat og Jón Bjarnar þetta dæmi maður og við fórum einu sinni og það var ógeðislega gaman og mikið af vinum mínum Mosesbæ og svo strákar sem ég þekkti úr Árbænum. Út af ömmur okkur afar áttu heima á móti okkur öðrum og ég gisti hjá honum og kynsti einhverju vinum hans og þeir voru þarna líka ári eldri og svo ákveði ég að fara með þeim á árið eftir og einum félag á Mosbæ og þeir voru rosa vond áhrif og voru alltaf í einhverju sýsliðana sko og það var einn gaur sem var not having it sko hann var ekki having it sko og hann hafði engan húmor fyrir okkur og eins og þegar við mættum bara eitthvað á tánum út í rigningu fánahyllingu þá hánafyllingin er annars sko. þá bara svona manni hann tók einn á eirónum einhvern veginn inn og sem voru við með einhvern skæting og hann var að taka okkur í harkalega bóndabæri og stóru sterkur gaur og þó svo hann hafi ekki gert neitt þá fengum við á heilan eins svona réttlætisfullir og svona strákar þar sem aldrei geta verið að það væri verið að beita okkur einhver ofbeldi þarna þegar við vorum að vera algjörar pestir sko og við förum þarna eftir hádegismat þegar var einhver gluggi bara pökkum við saman og löbbum upp á Ferstiklu Ferstiklu sem var sjoppaðan í Hvalfirði þarna hinum og ég það var landlapp það er 2,5 eða eitthvað og við vorum líka að fara yfir sko rough terrain, vorum ekki að labba veginn þannig við sem varum að leita okkur, fórum yfir móan sko. Og þið ætluðu að fara í Ferstiklu ætluðum að fara í Ferstiklu og þar ætlaði einn strákur að ringja í foreldra sína og segja hvað er gerst og þau eru að koma að segja ykkur og hann gerði það, ég ringdi náttúrulega ekki í foreldra mína, ég ætlaði bara fara á kvölduguna og það var svolítið mikið ég sko. Og svo þegar ég kom labbandi tilbaka þá eru bara bílar foreldra okkar í hlaðinu í Vatnaskógi og
og brandarinn búinn eins og sagt sko. Og við fórum allir heim þá bara, ladies and gentlemen, we got him. Já, og svona sagt strákar, það er búið að vera að leita að ykkur sko. Og þú veist, Hvað voru þið lengi frá? 4-5 tíma? já, eitthvað slis og Og hvernig var því tekið í Mosesdalum? ég var ekkert skammaður ég var skammaður fyrir allt annað og svona litla hluti og átti svona mjög stranga foreldra en þau voru bara eitthvað pappi var eitthvað pörupiltur líka og svona sýndi þessu smá skilning sko. Fóru þið aldrei í sumarbúðir? Man, ég fór bara fótboltamót. Nei, það var bara eitthvað svona, já, það var bara fótboltamót og svona, það var eitthvað svona bara þú veist 13 ára eitthvað kringum eitthvað fermingu eða eitthvað, en ekkert eitthvað svona. Sko, Kári fór daginn og hann er í íþróttum og eða ekki daginn að fór fyrir 2 árum eða eitthvað og hann var bara, þú veist, hann er varnarmaður og var bara, ég var bara frammi og var í pressuliðinu og bara raðinn mörkum sko og einhvern veginn það er smá annað og stutti leikir og svo spila, þú veist, bortennis og allt svona og þú veist, út á bát og svo náttúrulega smá þú veist, ég á minningar líka af kvöldvögg, skilur það sem bara svona einhver stjóri í Vatnaskógi er að segja bara eitthvað, er að vara okkur við hættum lífsins og meðal hans fíknefnum og hann er að tala einhvern ungan strák sem var hversmanns hugljúfið þarna í Vatnaskógi og kom 3 sumur í röð og var að hjálpa þeim að ætla sér eitt að verða fóringi og svo bara hvarf hann á glapstiga lífsins og hann hittir hann á hlemmi fóringin og sér hann og segir Gauti, hann heit Gauti og hann lítur upp og hann segir fyrirgefðu þekkið þig og bara þetta moment, það hefur bara bergmálað í mig sem ég var 11 ára, skilur fyrirgefðu þekkið þig og já, mjög mikið af minningum hann og ég er hlindur þessu og dóttir fór í Vindaflíð Já, þetta er maður kannski þarf að senda börnin í þetta eða yngri Kájóð, Já, ég var að tala the elephant in the room í það. Þú ert inni. Þú ert inni? já, Takk Samfélgamaður mánaðarins sinna The real one Ég ekki að fá bara samfélgina eða einhvern flokklega sponsor. En við varum bara, við vitum þú ert samfélgamaður en okkar borg hefur ákveðið að vera með lið í þættinum Já, þetta, sko, ég hef ekki tengt við neitt jafn mikið eins og þegar Stefán Pálsson, hann var alltaf með sinn húmor, talaði eitthvað að var erfitt eitthvað að vera ekki inni og eitthvað svona, var náttúrulega komast inn en the real problem var að hann var búinn að segja við allt, þú veist, alla sem höfðu samband voru með erindi, ég svaraði mánudaginn eftir kosningar og sá mánudagur núna, þú veist, það var allt á hold í lífinu, það til maður vaknaði á mánudaginn. Og hvernig var það? Það bara eftir vind og ofan af, þú veist, nokkura vikna bara, þú ert búinn að vera einhverju pásu bara frá lífinu, sko. En þú varst mættur á körfuboltamóti á Akureyri bara á sunnudaginn? Já. Ég er bara Mr. Busy Making the big guys hardest working man, hann er sko. Mér fannst ekki annað hægt, þú veist, þetta var síðasta móti og ég fór líka, þú veist og það var eiginlega auðveldar náttúrulega að fara eftir kosninga sko vikunni áður, þá voru ári eldristrákarnir að spila í Mosó sko, þá var maður fara á milli og þá var maður að sneika sér út úr einhverjum eventum en þú veist, bara þú ert búin að vera að vinna allan veturinn með börnum, þá bara þú ert búin að committa í eitthvað, þá ert að klára það eða bara með fólki, skilju. Er gefandi að vinna með börnum? Já. Þið hefur aldrei lent í bara einhverjum bara svona little shit sem er bara Kjartan, ég sé í gegnu þú ömulegur og drop it, eitthvað Nei, sem betur fyrir ekki, sko. Ég náttúrulega hef lent í ofbeldi, sko. Ég og Saga Garðarsdóttir vorum að kenna á leiklistarnámskeiði á Akureyri. Patrekur Heimi var einn af gestunum í 10. bekk. Er hann frá Akureyri? Bro, hann er Patrekur Akureyri, skilur hann er Heimi von Akureyri, sko. Hann er úr brekkunni í þorpinu öllu, sko, innbænum alveg með þetta, alveg og hann var þarna með einhverju stelpu að hvísla einhverju aðinni alltaf þegar við vorum að tala og við mistum sjálfsöryggi út af þessu hann alveg sækka okkur feikt út, sko, við vorum bara hvað að sjá hún fyrst að vera ömuleg sko, ég hef lent í ýmsu andlegu segja ekki líkamlegu semi-líkamlegu ofbeldi þegar ég er að DJ andlegt ofbeldi, þú veist, maður er bara ég ger mig grinn fyrir þetta er bara partur af jobbinu þetta er bara að vera DJ veist, ég er frá þannig gig, ég er ekki Karl Cox að spila á Ibiza, ég er að spila fyrir þetta fyllir í og það er bara, þú veist, ég hef verið
að DJ-a hjá ónefndu fyrirtæki upp á sviði og í Hörpu bara fyrir kannski 700 manns eða whatever, þar sem gæla að koma á svið, bara hún kom á svið, hún ekki koma, þú veist, ég að DJ í einhverjum sal, einhvers staðar í safnaheimili, bara upp á svið, og hún bara eitthvað áttu þetta lag og ég bara eitthvað, og ég mjög kurtis, ég bara svona, já, heyrðu, við skoðum þetta. Stimamjúkur. Sér að komum bara, heyrðu, takk fyrir, þú ert búin að eyðileggja kvöldið mitt, eigðu gott líf. Og síðan síðan ég bara eitthvað að taka saman og veist, þetta alveg, þú veist, ég að segja ykkur að sögur, nú ég vera 40 umsás, hún var ekki það mikið eldur en ég, á þessu tímapunkti var ekki 28 ára, þannig hún var, þú veist, mjög gömul. Já. Og síðan ég að tala við, ég var eitthvað, að tala við sem var að halda eventinu, hún var eitthvað, já, herru, já, gelan sem, konan sem kom inn í byggja, hún var rekin á staðunum á hann, hún sagði forstjórunum að fara til fjandans. á tjáminn, hún var rekin, sko, Palli, þú veist, í dag, þú getur ekkert rekið einhvern á staðunum, þá verður að fara ekki með eitthvað ferli. Og þetta var stórt fyrirtæki. En síðan ég lendi, einu svona almennlegt líkald ofbeldi sem ég lendi, þegar ég var að DJ-a í einhverju matsali fyrirtæki sem var gott og stöðvöld fyrirtæki, ég ætla ekki nefna það. Ég að DJ-a og það bara svona heila fólk að situ bara svona beint og að horfa með DJ-a eiginlega svona kveikt ljós eða þessi salur bauði ekkert upp okkur diskoljós eða dimmer ég að spila síðan allt í neyri, maður ekki svo svolítið niðurlútið maður með, check á tölvunni, check á græðunum check á headphone-unum, fæ ég bara penna í hausinn og ég svona og allir eru bara svona og allir eru svona og ég bara eitthvað hvað á ég að gera ég sá ekki hver þetta var Það var trúðurinn í fyrirtækinu í dag hefði ég stoppað í dag hefði ég bara látið kveika ljósin sko, bara, nú ætlar sá sigist ég það voru kveikt ljós eiginlega það er bara eins góð ljós fyrir mig og ég bara svona hver var þetta? Veist, og það voru einhverju mjög finnir gaurar að gera þetta sko, það var allir bara henda penni mig sko. Ég og Bent vorum einu sinni að kenna okkur rappnámskeið já Muni eftir því? Ég ætla að fara að tala rappnámskeið sem við áttum að halda hérna, en ok. Já, við vorum þetta varði eitthvað leggjar af því, nema þetta var á vegum Reykjavíkurborgar og við fórum í ykkur á nokkrar félagsmiðstöðvar og fólk gat skráð sig og svona og við röppuðum smá og í sumum félagsmiðstöðum var bara eitthvað svona lið sem núna bara hvað í tónlistabransanum. En síðan við eitt í félagsmiðstöðum voru þetta bara eins yngri krakkar einhvern veginn og þau voru rosalega óþekk og ég man, þú veist, þetta er bent þarna og ég man eins og eftir að hafa verið bara við erum bara að leita af einhverjum strákum sem eru bara að fela sig og vera pörubildar og bara Bent kemur labbandi fyrir hótt bara svona heldur á tveimur strákum eins og ferðartöskum, þú veist, í buxnastrengina og bara svona líka bara einn þekktasti tónlistarmaður landsins roughing some kids up já, bara að passa börn líka þetta var ekki alveg það munið eftir rappnámskeiðinu sem við áttum að halda Héldu það ekki? Jó, sko, ég ætla hann að mætt einhvern tímann ég held að þú hafið sleppt í að mæta Sprite, var þetta ekki eitthvað það var eitthvað Sprite þetta er svona á grensunni við að vera vond minning sko. En talandi að vera hérna á grensunni þetta var mjög vond tenging þetta er ekki á grensunni það er sumarkaffi, te og kaffi en sko, ég veit það fyrir víst Danni þegar þú ert sko, þú ert mikill kaffikonnoisseur yes. og ekki svo dórið samt en næstu þú býður alltaf upp á mjög gott kaffi þú ert að bjóða upp á þetta kaffi hérna já, og þetta er sko málega það sem að ég tek út úr þessu stundum með vetur og þeir langa bara í eitt porter Dórið, þú tekið við þetta Porter bjór? Já ég skil á haldir í tengi við þetta gera það ekki en ég gæti drukkið eina malt einhvern veginn alveg bara upp á lífað að döða stundum með sumar mann langar í bara Aperol Spritz sko. ég veit að þetta er mjög góð lykt af þessu kaffi ég er svolítið inn í þeirra nýjustu hérna, dæmi ég keypti mér geðveiga kaffivél á dögunum og svona Rancilio Silvia Pro heitir hún og sko kaffi sérstaklega farið espresso, þau eru með nýja línu af espresso sem er svona, þú veist, svolítið svona merkilegt kaffi, ótrúlegt að við komist hingað til landsins frá svona mjög sérstökum yrkjum og hérna og þú þarft að krakka hvert kaffi sko. Þú þarft að finna rétt grænt, þú veist þú vilt taka 18 grama kaffi breyta þeim í af möluðu kaffi, breyta því í 36 gram af kaffi, þú veist, með vatni af vökva og þú vilt að það gerist á svona 25 til 34 sekundum og þú vilt að bönurnar sem komið síðan svo músaskott
og og þegar þú nærða að krakka því þú ert sko hvernig það er ristað, hvernig það er þvegið að munur á því hvernig það molnar einhvern veginn í hakkaranum sko og ég krakkaði eitt frá Indonésiu í dag sko og var bara einn með einhvern veginn enginn að peppa mig bara damn good en það var lítill sigur í eldhúsinu hjá litla manninum. Ertu bara, þú ert með grendir, þú ert með allt bara vikt, ég með þetta allt en ég náttúrulega datt svolítið inn í þetta þegar ég stofnaði kaffihús og tapaði á því 14 milljónum eða eitthvað og svona að þú veist pluss vinna en þá svona komst ég svolítið inn í þetta og þetta hvernig þetta er gert og hvernig þetta er gott því að sko allt kaffi hefur svona sætleika í sér sko og sem kannski þá vinnur gegn besku eða of mikið sýrni og þú þarft að finna hvar þú hann lýsjar þennan sætleika sko og til að gera góðan kaffi sko og þetta er mikið sport tegukaffi, sumarkaffi besta kaffið Strákar, við vorum að tala minningar á hann ég var að hugsa það hérna á leiðinni því ég sá unga menn keyrandum á BMW líklega á leiðinni eitthvað partí eða eitthvað á miðvikudegi bara lífið lúkkaði eins og það væri mjög gott hjá þeim ég fór að hugsa svona hip-hop partí og svona hip-hop minningar eigið eitthvað svona sem að kemur upp í hugan það er ekki að vera partí líka góður sæfsverð já, bara hip-hop-minningar ég á nokkrar aðra minningar dóttir mín fættist og svona en á ég bara hip-hop-minningar þess vegna er ég eins og ég er ég og Danni, sko, við fórum hvað hétt tískuvöruverslurinn sem var með ferðina til Akureyrar? Ígulkerið við fórum í norðanferð Ígulkersins sem var bara rúta full af hip-hopum bara gæsalöfum hip-hopurum skoppurum, þetta voru skopparar á leiðinni norður að geta skít ég bara drafst upp á okkur hús það hérna við vorum prímaldri, það var veslumækja þetta hljómar sem samið þetta áður en komin inn en hip-hop minning er fúlsari ferð ég og Dóri vorum að fara 4 í Magnum og þetta er svona við erum með 1985 í hvað heitir ekki Gilið þetta er svona, það er brekkan hann upp það var svona eitthvað innskot það var eitthvað svona, heitir ekki Gilið? Jú, Gilið og það bakvið það sem listagilið það var eitthvað svona, eitthvað grafspott og menn voru eitthvað byrra ofan og það var eitthvað stemming það var mjög góð stemming, það var geðveikt viður og ég man að ég og þú vorum búin að kaupa Hennessy vorum með Hennessy sem var bara, vorum hefi ánægða með þetta Hennessy búin að sína það mikið bæði veit, Danni tók með sér óslega marga leikmunni í sér ferð hann var búin að sína á alla aðrum fónum í kvalfaragöngin eitthvað svona brandara, eitthvað bandana og hálfkollu síðan byrjum við og við erum eitthvað herru, Dóri setur hann upp á hátalara og við fyrstu bassakikk sem kemur í fyrsta bítinu og í fyrsta laginu droppar floskan niður og svona 30 metra og bara ok og þetta var heil Hennessy ég hugsa alltaf að einhverju fengið til hausinn og dáið ég veit það ég verði aldrei hugsa það en núna hugsa ég það ógeðslega mikið þetta er hip-hop minning ein hip-hop minning er munið eftir partí sem var upp í Melkoti já ég var að hugsa þetta í viku það sem bara senan var komin mesta minningi mín úr því partí var Bergur Ebbi hann var í þessu partí er það samt? Er það ekki? Ég held það og hann var að fara með sko svona ferskitlu sem hann gæti farið með áfram og aftur á bak þú veist, lesa hann fram og tilbaka þetta er ekki hringhenda já ok, þetta er náttúrulega svo minning af annari öld og Danni var hérna úti á pallinu með eitthvað staðar á veður gott veður og Danni var að tala sko Slick Rick fyrir fólk sem veit ekki Slick Rick var með lepp og er með lepp eða var og Danni var að tala hann hefði sem sagt mist augað út af því að hann var að drekka kakóm alltaf á skeið Valdi kom á mikið shit sko en já, þetta var góð hip-hop minning hip-hop minningar bara ég var að segja syni mínum frá, þú veist, Andrew Maximum XSS Rottweiler bífinu ég man ógeðslega vel eftir því þegar á rappkeppni Skjásins á Ingólfstorgi
þegar Rottweiler að spila og þú veist, Rottweiler, þetta var the come up, þeir voru svo heitir hana og Andrew kemur á sviðið og reyna að grípa mækina Erpi og grípur hann eitthvað af Ómari Suárez maður og Erpur byrjar eitthvað býta, var eitthvað að panta pizza sendið til á sviðinu, Domino's og hann eitthvað, yo, let's battle og svo þeim henda á sviðinu og þeir eru eldir upp alla Vesturgötuna af tónleikagestum sko, bara svona 300 krónum og ég var í sér þvögu ekki að því ég var að elda og ég var bara hvað er að fara að fucking gerast hérna Var ekki þannig að þú og Steindi vorum hitt til fyrst skipti eða svona almennilega performa bara þú varst að hitta Steinda í fyrsta skipti þarna þetta var rappkeppni menninganætur og svo fórum við í menntaskóla haustið og stofnum bæðins bestu sko, og árið eftir var stúkomin í bandið sko. Þannig að ég man eftir þessu og þetta er svaka minning Ég er með eina sko þegar ég fór í fyrsta sæferið þar sem að menn bara við hittumst bara Við missum svona 2 sponsor hana sko. Nei, við erum að fá 4 sko. Það er, menn elska prump það er Já, ég fór í fyrsta sæferið mitt ég man ekki heima hjá hverjum þetta var þetta var í Árbænum þetta var það hátt og ég var bara er ég með þetta hér Herðu, ég verð bara að segja samt mér til varnar Danni er með eitthvað svona plast þú veist, svona fancy stóla en þeir eru svona hart yfirborð, þetta er ekki cushion hann magnaðist upp og varð til svo kallaður drullusmellur en já, ég var að fara við vorum að fara í Árbæinn þarna heyrði ég Sjöberg rappa í fyrsta skipti og þá hafði maður heyrt af Sjöberg að hann talaði í svona myndrænu máli það var svona, muni eftir þessu hann var að tala í myndlíkingum og var í mjög svona, þú veist, bara þegar hann var að tala við fólk eins og hann var í svona eitthvað ofurmenni og þarna ég man sko þegar Var ég þarna? Ég held þú hafi verið þarna, já Stjáni og Elvar Og var þetta ekki þú, Beggi og Einar sem kom þarna? Jú Ég var þarna, þetta var heima í Elvari? Já, heima í Elvari, já og ég man sko, við keyrðum sko þarna inn í Árbænum og þarna var strætóin var mestur Árbær Já Ég hugsaði bara, ok, mér leiðum sem ég var að meika það í rappinu. Danni, þetta farið inn í ketilbjölluherbyggið eða? Danni fyrir ykkur hlustundur og áhorundur með 3 herbyggi sem hann með alls konar varningin í. Og eitt bara undir bakboka. Þetta eru litlir bakbokar að nenni út allt. Já. Veitu, hvert fóru drengurinn? Ég var á Rímnarflæði þegar Stjáni mætti og þóttist ekki þekkja neitt og var með bara einhverja lúðalega plötu spyr, krátið, er eitthvað DJ hérna? Ungur DJ Roughneck er eitthvað hérna, hann bara þú og þeir tóku hérna Stjáni, SOS 110 Árbærin og gáfu síðan út dislaga því þeir unningi, skilur eða Stjáni var ekki og dissaði mig meðan það stoppa bón Ég man líka bara því þú veist að ég þurfti að velja í 10. bekk hvort ég færi skíðaferðina sem var alveg hjút stæmi fyrir mig, lítinn Dan sko eða fara með Erpi að spila eitthvað á Lýsuhól og mamma og pappa var bara hvað er í gangi? Ég var bara eitthvað og ég var svo torn skilur, ég var bara eitthvað hvað er að gera, bara stæðstu gaur á Íslandi eða ég færi skíðaferð ég hef alltaf valið, ég veit fyrir gaur, ég fór í skíðaferðina skilur, og ég sé ekki eftir en þú veist fyrir gaur, þetta er alveg erfitt að bomba þess að gaur í 10. bekk sko. Það er algjörðu vissin og en ég man líka eftir því þú veist talaðum að vera dissaður af vinu sinum þú veist ég man eftir þegar ég var DJ með Sepp og Stjána í 10. bekk inn á vegamótum því ég átti ekki að vera þar og ég er ekki að geta ánægð byrja DJ byrja bara Sepp að rappa hann er bara, ég ætti kannski að fá með betri DJ dissa mig, ég er eitthvað bara eitthvað 10. bekk bara eitthvað bara ok, takk maður Þeir voru náttúrulega mjög erfiðir á þessum árum sko, miklu stælar í þeim Einu sinni vorum við heima hjá Einari, og það var Einar Beggi og ég við vorum í hljómsveit þarna Hugkararríð og svo vorum við eitthvað bara svona eitthvað eins og menn gerðu þarna við vorum bara með 2 plötuspilara og mixer og svo bara mic og vorum bara að rappa og svo mættu þeir eitthvað frétti að Einar var eitthvað einn heima og fóru einhvern veginn voru geðveikt erfiðir og fóru inn í ískápinn og tóku eitthvað oststykki og byrjuði að skera það niður út af því að þeir voru að tala að utan á væri svo óholt eins og Dóri í 10. þætti Sagði það?
Já, tala þegar hann var að tala pipar og svona Já, þannig að þeir voru bara, það var hvað sem að reynsa, voru að reynsa oststykki. Þeir voru svona mjög offensive oft á góðan hátt. Sko, ég á ógeðslega mikið af svona minningum líka, sko, og fyrir mér þessi Rotterdam tónleikar sem, þú veist, ég fór ekki á seinni en ég fór á fyrri hérna í Laugardalshöll, það var rosa svona catharsis moment einhvern veginn og mér leiði vel eftir það, sko. Já, þeir voru ekkert eðlilega stórir hérna, þeir voru upp á sitt stærsta. Já, líka bara, veistu hvað það snýst allt samt að skrifa þetta á Leikinn. Strauðið á leikinn. Og skrifa þetta á leikinn, strauðið á leikinn með teygja. Já, það er svo fyndið, áhugavert, kannski ekki fyndið, að eftir að maður fer að pæla í þessum pósum, sko, þá sér maður þá allstaðar. Veitu hvað ég meina? Ég er alltaf, þegar maður er að borga teygja og maður er ánæðri, sko. Paldi, og væri bara eitthvað, ég fór aðeins úr Apple núna, ég er aðeins að breyta til, ég fekk mér Huawei, hann er með prentara líka, sko. Já. Þetta er Marvel. Ég sé aðalega bara þegar ég strauja í teygjaposa þá líður símanum mínu svo vel hann rekur upp svona litla stunu eftir að peningarnir fara á milli, sko. Ég veit það. Munið þið eftir gamla góða þetta er mjög önglegt þegar var þú veist, þegar var bara Sleði? Já. Það var gott. Sleða. Og ávísunum. Baldið, þú veist, hvað er leið, hvað það er mikil viðskipt að fara fram þegar þetta er gert, skilju, þetta er svona veist, hvað eiginlega er eitthvað kalk í pappírann eða hvað er gangið það? Og þarna gastu líka verið bara að vesenast með kort sem var ekki með heimild í mánuð, sko, menn voru fyrir nesing. Það Bubbi Mortens fór út með eitt af fyrstu kreditkortum í Íslands þegar hann fór hann í Make til Los Angeles, early 80s. Já. Kom heim með leðukaskiti og og var dæmdur fyrir skjalafals af því að hann hafi bara staðið ykkur hraðbanka að taka út af kreditkortinu og hraðbanka þess voru nýkonur sko. og það þurfti alveg að ringja til Íslands og tala við seðlabankastjóra bara að spyrja hvort einhver hefði inneign sko. Og hann var bara að sækja seðla þarna og kemur heim bara með leðukaskiti og þeir hendur hann strax í steinin sko. Talum tegja, þeir eru með þetta buy local mentality. Já. Þeir eru með þetta sell it out the trunk. Já. Buy for one, sell for two attitude. Og þeir eru með gott stöndut fyrirtæki, Melabúðina. Melabúðin. Getur við eitthvað rætt hann mér finnst það bara vera svona ég get sagt sögu af Melabúðinni. Þegar hún lokar, það verður svona, já ok. Melabúðin, ég býr náttúrulega í Vesturbænum og ég er að melabúðast mikið og það er náttúrulega mjög gaman að fara í Melabúðina þegar maður hittir alltaf svona 12 manns sem maður þekkir og hún er skemmtilega þröng, þú getur ekki farið í gegnum hana á þess að segja afsakið minnst kosti 7 sinni. En eins og ég segi, þetta er geitin. Já, ég sko fyrir 1,5 ára síðan þá fekk ég að þjálfa leikmann sem hafði verið í NBA, Justin James. Patrick Ewing. Og þetta var mjög áhugaverður karakter og er ótrúlega skemmtilegur og svona líflegur karakter og svona gæi sem að hugsa mjög mikið bara sjálfan sig, þú veist, það hugsa vel sjálfan sig og svona er mjög proaktífur bara í samskiptum við fólk. Og hann kom enda til hans og var búin að vera í 2 daga og hann kemur og við erum bara eitthvað að drilla bara við 2 á daginn, ég er komin svona inn í allt og þá bara degi 2 þá var hann mættur í Melabúðina, þá var hann bara að googla því að hann vildi bara borða eitthvað svona gott hráefni og þá hann googla bara hvar finn ég gott hráefni og það voru þeir greinilega með góða leit og hann var bara að elda og hann sagði ég var bara með airfryer og bara var að henda öll í airfryerin sko. Melabúðin það sem NBA-stjörnurnar borga með teygja, það er bara þannig og þetta er falleg hugsun að vera í buy local sko. Já, en sumir ég sé svona hjá comedians þegar að tala skilur það miklu betra að skella fólk í gamla dag, þú veist, þú var kallt gerð svona eða jafnvel þegar þú varst með síma sem er samlóku sími þá var svo gerð svona erfitt núna svona erfitt, ég er að tala sko að heimfæra þetta yfir á viðskipti núna er þetta svo pent bara þú veist, þegar maður keypti eitthvað bara pinning kass út en þetta munið þegar þið keyptu fyrst með síma að borguðu með síma ég byrjaði að borga með úri, hann einhvern veginn jumpaði það þú veist, beint í úrið það? Beint í úrið, sko. Ég kunni ekki alveg að volna þetta, ég fattaði það seint, sko. Ég var líka alveg sent á vagnin, sko, en þetta er bara búið að breyta öllu, sko. Man, sko, það var, sorry, Doris, ég grípa fram fyrir aftur, en það var þáttur á Skjá 1 einhvern tímann í kringum aldamótin. Það sem var, fólk átti að, ég held að það hafi verið Sirri sem var með hann, sko.
fólk með Siri og hún var að tala eitthvað sem var að fara að verða úrelt og það var fólk að koma með eitthvað, þú veist, alls konar GSM síma sem átti eftir að uppfara og eitthvað, mættið gaur með peninga cash já, og ég man ennþá hann bara, eftir nokkur ár þá verður þetta hérna ekki nota. Mér hugnast náttúrulega ekki að lifa þannig sko. Nei, og mjög áhugavert eins og í Bandaríkjunum, það bara kassi lifir mjög sterkur lífið þar. Í Þýskalandi líka, Cassis King sko. Já, bara geld sko. Og og þú veist, þegar þú ert að borga fyrir eitthvað 7up í speti með síma þeir æbólaði sko. Þeir eru ekki sáttum með þeir vilja fá cash og það líka eitthvað skilningu þar segja þeir að svona búðir þurfi að hafa 2 bókvöld sko, til þess að ganga upp sko. og en þú veist, ég vil ekki þú veist, okkur gallin við þetta að þú sérð gauðir að taka út úr hraðbanka núna, það er ekki túristi hann er að fara að kaupa þýfið eða dóp eða mellu skilur, þú veist, það þú veist, eða svindlarskatti þú veist, lögreglan gæti bara eld gauðra heim úr hraðbankum og verið bara setið við hraðbanka steika það sko. En enga síður þú veist djöfull gleðra með að sjá a fat wad of cash ég er samanlega sko. Það bara tindrar í mér alveg hjarta sjá þess að 10 skall þeir eru líka stóri sko 100 € seðillinn sko talaðu strax, hvað við ætlum að fara í hvað er heitt með Lava Karendal heitasta bílalegan og eina bílalegan sem valin bílalega ársins 2 ár í röð að margir þetta einu sinni ekki 2 ár í röð og vitið hvað þeir eru að leiða út? Hvað? Veistu hvernig upplifun þú getur fengið á Íslandi ef þú túristi sem vill bóla eins og landi til leiða Ford Bronco nýja týpur sko. og sem er sko svipa eins og maður sagt, það er svipa sko. Það er alltaf gaman þegar maður er að ferðast að vera á góðum bíl. Eru þið þannig að? Já. Sérstaklega þar maður er bara eitthvað, þú veist, að því bílar erlendis alltaf kostar líka ógeðslega lítið og þetta er alltaf bara eitthvað, viltu vera á 3-hjóli sem kostar 90 € eða Benz á 110, þetta er alltaf svona einhvern veginn og maður bara hefur látið að fá Benz. En þá vil ég fá frá ykkur, hvað er heitt? Það var heitt í dag, það var Lava Karendal dagur í dag, Danni alveg með fokkinu örinn til að sanna það sko. Já, það sem er heitt á svona degi er bara að eiga rólegan dag, veit ekki hvað ég meina, bara sitja og njóta sólarinnar og... Ég vil tala eitt sem er heitt sem sést á mér, að vera á nýja torgin og Hlemmi sem er óklárað og ég veit að einhverjum stjórnmálaflokkar voru að tala á móti. Það er feitt sko. Það er, ég var þarna og þú veist, þetta gæt, ef allt fer eins og á að vera og gæti orðið mjög heitt. Það var mjög heitt þarna í dag. Ég hef trú á þessu torgi. Ég veit það, ég er svona ég flakka hvað mér finnst að hafa háspennu þarna á horninu. Já, hún þarf að geta fakkað. Það þarf að vera þarna á horninu, ég er búin að greina það. Veistu hvað er sameiningatákn? Kynslóða, kyngerfa, þú veist, mismunandi atvinnu, allir koma saman þarna óháð stöðu og kynni. Já. Írskur pub. Já. Írskur pub. Írskur pub er Sameinuðu þjóðirnar á þarna finnst mér ætti að vera eitt skínandi írskur. Ská á móti Hjalta, bara þú veist, getur farið þarna sólringundegi, splitta genu, súpa, þú mátt gera það. Þú veist, en bara fá okkur kásu í gangarna líka og svona. En hvernig var þetta? Var líf í dag hana? Já, það var líf, það var mikið af svona gaurum í jakkavætum, svona lögfræðigurum með svona risa bjór og það var bara, þú veist, það var í alvörunni góður andi, það var líka, þú veist, þarna húsaþyrpingin þar sem að bandtægir, þetta er, þú veist, svo danst, eða skandinavist, þetta er svona svo sérði í bæklingunum við voru lútið með svona farið Danmörkur, það er eitthvað þarna sem er bara vonandi bara, þú veist, fer allt eins og að vera, skil. En ég ætla að segja, fyrir mína parta, heitt, það er Torgi og Hlemmi, þetta er góður hitti þannig. Þetta er hitti, sko. Vel gert. Ég bóði Lava Karendal og Er þið með eitthvað hitta annan? Já, ég bara, eins og segi, bara svona að geta bremsa sig af, þú veist, á svona degi, eins og lögfræðingarnir sem þú veist að hitta. Setjast niður, slaka á, njóta. Það kom svona hittabylgja síðasta maí og það væri gaman hún kemur aftur. Það er rétt, ég skal segja hvað er heitt og ef þið vissu það ekki þá er stóri öngborgarinn á Two Guys hann er rockselist hann er, eða? Já,
Já, ég skil það vel, strákar, þetta Marvel og þetta German Engineering of Burgers einhvern veginn, þetta Brown sko, og við gerum allt rétt að það og Muna fara og biðja Narcissist útgáfuna þá vefjaður honum í blað og segja öllum á staðnum að þú hefði pantað hann svona Þetta alltaf bara kíkja hann og líka fara í körfuna hana. Já, við vorum í því Svo ætla ég að henda öðrum matsölustað sem ég bara segja þessi heitur af því ég fæ raunveruleg kreifing í hann Bjang Hvað er það? Ég hef ekki farið Dude, fáðu nautaskáluna jafnvel stóra það svona stórar svona kínverskar type núðlur sem ég held að heiti Bjang núðlur eða Bjang eða eitthvað strákar, ég er með rottu í hálsinn sko. Ok, það svona stórar og það ógeðslega miklu chiliolíu svo eitthvað svona hægalda naut með og eitthvað gremmiti og bara hits a spot Ég er með hitta það fríhöfnin á social media sem að tók bút úr þessu podcast okkar og svona ónaði þetta ramt þitt Já, þeir sögðu bara Dóri hlökkull að sjá því haustur við erum búin að breyta þessu enn einu sinni og alveg meitlaði þetta í stein sko. Herru, en Lava Carendal Ford Bronco velunin af hitta fær 1 ég er ekki mikill koktelamæður ég bara eiginlega ef ég drekk koktela vil ég bara klassika koktela en eftir að hafa eitt smá tíma í Austin, Texas það var eitt boðið upp á öllum börum sama þótt að þetta sé ykkur svona samanreikin bar sem myndi bara selja bjór og dælu þá eru þið líka með útgáð þessu og ég blandaði þetta núna helgina þegar ég átti afmæli og þetta gladdi mig mikið og þetta bara good old fashion margarita hún að fá Lava Ford Broncoin það sem eru æðstu velun sem eru æðstu velun hittans sko. það bara svoleiðis Já, þetta gott eitt sem ég langar að ræða við ykkur áður en við förum í bílvíkunar það eru hip-hop one-hit wonders Á Íslandi? Nei, úti ég hef búin að finna mesta one-hit wonder hip-hop band sögunar Er það Lil Jamal eða? Nei Keep it real, keep it real og ég er með kvarða og það er sem sagt hversu mörg Spotify play er á vinsælasta laginu og hvað er næsta lag Ok, ertu búin að stúta þetta eitthvað? Nei, ég held að það sé ekki hægt að finna meira og ég hvet bara hlustundur ef þeir eru með eitthvað og Danni og social media Er þetta everybody in the club getting tipsy? Nei, þetta hérna I got 500 með Lunis ok Þeir voru satt á remix og það betra sko, I got 500 lagið 686 miljónir spilana 500 remix 34 miljónir svo þetta aftur I got 500 7 miljónir svo aftur I got 500 tethered mix from US 10 miljónir I got 500 instrumental í 5. sætinu svo kemur vinsælasta lagi sem ekki I got 500 3 miljónir Ok, ég er forvitin ekki láta það haldu keep the peace skilur segð mér House of Pain Þeir eiga nú samt Nefndu mér uppáhalds House of Pain lagið þessi Jump Around Jump Around 755 Top of the Morning 22 miljónir þetta er alveg super hluti Sko ég ætla að nefna þitt, það er Skilo, I Wish En hann átti lag Money Train sem er Top of the World Já, ok Top of the Stairs Hip-hop knowledge I Wish 288 Top of the Stairs 4,6 Top of the Stairs Já, þetta er upp þér sko Þetta er upp þér Sko en hann Everybody in the club getting tipsy J-Quan Hann átti eitt lag sem heitir Hood Hop Það var heldur gott Tipsy 300 miljónir Hood Hop 4 miljónir Já, þetta er alltaf upp þér sko En síðan alltaf Mims This is why I'm hot Já Er hann ekkert í gangi það? Nei, ekki neitt sko Mims sem er This is why I'm hot 77 miljónir og svo er eitthvað Like This 26 Ok, en fyrir hausana Tjekka á Lil Jamal Hann er Jamal hundar bara Jamal? Já Ok, veitu Jamal, bara Já þessi hérna svo margir sem heita þetta Já, þessi Keep It Real 5 miljónir Ok, síðan eitthvað Ok Hann náði ekki Keep It Real var ekki alveg nógu heitt Hvað heitir hann hérna sem eitt Ferry Wap hann og fullt hann er í got it made sko Það er svoleiðis? Já Ok, á íslensku get ég bara nefnt þarna gaurinn sem er þarna
komdu með já. Já, hérna, Chance. Já. Chase. Chase. Þú veist, ég veit ekki hvað varðum mann eða eitthvað en Nei, hann á bara, hann á lagi með Jói P. og Króla. já, hann bara Jói P. reyndar Já, ok. Og það bara... Nei, hann var með því. Og er þetta ekki 2 mismunandi lög? við munum ekki eftir viðlæðinu sem var aðalmáli Slaggur að njóta og liffa. hann var þar sko. Þetta var one hit, one C sko. Talandi að vera slaggur að njóta og kíkja á bílvíkuna og slagga að njóta sem er Ég er svo spenntur ég maður. veit að þetta er alltaf rosa veisla wow. Já, ok, hann Maggi mixar svo og mikið. þetta er collaboration. Það er svo gaman þegar að samstæðaðar okkar koma saman og vinni ykkur og þetta er bíl frá Lava Karendar og Maggi Nója Maggi Nója bílasöluna ætla að losa hann ég skal segja ykkur þetta er bíl fyrir gauðra með stóra og ég ætla að stoppa sko, við ætlum að taka upp í morgun en þú varst að gera eitthvað þannig að við bara, gerum allt fyrir þig og hérna og ég fekk linkin í gær ég er alltaf heima að undirbúa og brugga kaffi Við þurfum að taka frá hann Danni er sko, hann er maskína sko. Hann er Young Jamie hérna og Joe Rogan allavega ég var í gær bara búin að preppa þetta ég gerði vel 10 mínútur þátt ég gerði í gær og var með þetta reddi herru, ég klikkaði á túsoninn frá Lava Karendar og bílur Reykjavíkur hafa bara bílinn finnst ekki það var seldur, ég veit nýjan þannig að þeir eiga eitthvað þessu þetta rennur út en ég er að segja þetta er bíl fyrir gauðra þetta er svona humble motherfucker with a big dick kind of bíl sko. Þannig orka sko. Hyundai Tucson plug-in er þetta ekki bensínramagn þetta er náttúrulega bíl sem er keriður þetta er bílaugubíl, hann er kerið 138 solid kilometra á vegunum þeir eru að móti kemur þeir eru að gefa hann þetta er 4 ára gamalt bíl hann virkar, við vitum það það er náttúrulega ABS hemlakerfið þessu sem er til fyrirmyndar og hver er útblásturinn hann það? Já, þetta er 4 stráka bíl þetta er 181 hestöfl það má láta hennan upp á hálendi maður Þetta er rosalega bíl og ég mæli bara með þið farið 3,490 Ef ég væri að fara að drepa gaur eða frem eitthvað glæp myndi ég líklega stela svona bíl og gera það því hann er svo humble hann var einn á okkur bíl það er bara svona humble jeppa ég veit ekki alveg liturinn líka humble Já, ég veit það, hvernig er hann litin? Svart þessar felgur eru líka on some other shit Það eru ekki humble Þetta er eins og svona þetta er eins og Pogs sleggja allan hérna á Pogs má henda tegja community velunum þetta hjálp manni glöðum sko. og mér skilst bara skrifa þetta strauja þetta á leikinn sko. Já, það er þetta strauja þetta á leikinn Ætlum að geti mætti Magga og í tegjapósan við þurfum bara að borga með símanum þetta væri collab milli samstæðstæðar það þurfum að skoða ef það er ekki þá látum við að gera og við skulum og alltaf sá sem hefur gert það fyrir dýrasta bílinn hann fann mynda sér upp á vegg þetta er góð hugmynd það er að vera að koma bara hvað er dýrasta bíl svo með ok, leið mér að það er líka bara að fá punktana bara 22 miljónir og það er fara til Indlands er það? með fjölskyldu já, shit ok, ég þarf að komast í þetta skaupa bíl og fá punktana en hérna, talandum það þá þurfum við að salta eitthvað við þurfum að salta eitthvað með bros, ég er með svolítið þröngt salt hérna núna því fylgir svolítið saga sko og hérna þú veist, ég veit ekki hvað er standið í umhverfisvernd sko en ég er svona old school umhverfisinni ég bara fíla landvernd og græða upp landið og passa upp á gæsirnar og allt þetta dót sko þegar kemur að einhverju svona að gera lífsitt verra í þá umhverfisins þá er Halldór aðeins byrjar ég skal segja ykkur svo, ég var stattur hérna ég fer árlega í vínferð til Loire í hérna Fraklandi til Angers og yfirleitt og hitti ég félag minn sem á vínimböð í Danmörku og við erum saman í húsi og hann er danskur og hann er séður og yfirleitt er þetta púkaleg hús og yfirleitt setur hann mig og Ben saman í herbyggi bara 2 fertugi gauðra bara eitthvað góða nótt Ben hérna bara ekki alveg nógu góð stemning svo er hann bara eitthvað svo fer ég þetta með Hattaguna í ár við erum að researcha fyrir bíómynd og það er ógeðslega gaman að fara á þessar hátíðir og maður er bara að fara á milli og hitta lið og ógeðslega gaman og Kristoffer, þessi danski vinur minn, hann sendi mig bara
Dóri búin að finna geðað hús og hérna sendi mér myndir, ég bara ætla að leiða þetta hús og bara lögla að sjá okkur og svona sem koma þarna þá var bara, fenguðu WhatsAppið sem sendum að hann, ég bara, WhatsApp það þurrklósett hérna og ég bara ok, Hvað er það? og fer ég bara inn á það sem ég held að væri klósett, bara hurð flísalagt að nynni, skilur opna, þá fyrstulega bara klósettið úr krossvið krossviða klósett sem einhvern veginn búið að saga og snitta til og lítur út sem velið klósett nema út timbri, sko, og ég bara opna klósettiðin og þar eitthvað unit, það sem bara fata í staðinn fyrir vasslás í raun og veru og niðurfall, það bara fata og í henni sag og þar gerði maður stykki sín svo opnaði maður, stóð maður upp sem var búin að skeina sig líka opnaði vaskassan fullur af sægi og fullur af sægi í vaskassin maður tók svona mjög stálausu og sáldraði svo sægi yfir kúkinn og það var sko stelpa að gista þetta líka, bara eitthvað dönsk stelpa sem var bara, þú veist, eðlileg skilur, og var bara eitthvað og ég alltaf þegar við komum á fyrstu sýningun og voru allir bara, það byrja á klóstunni hérna, eitthvað svona, við allir var að halda í sér nema ég og Daninn, hún leiði vel þarna líka, það skitu allir í þetta, auðvitað allir að prófa þetta var svolítið þannig dæmi, sko og svo kom að því að næsta skref Hvað var þetta langt droppan í fötuna? Eitthvað sag sem að kastast? Nei og lorturinn virtist lendalega mjúklega í sæginu, okay. Sko, mér finnst eins og þetta sé jafnvel einhver aldagömmul aðferð, sko, og hérna en þetta voru að gera og svo komaði, svo þegar fatan fyllist þá þarf að skipta fötu og það sem sagt farið hérna út dyrnar fötuna þar klárar tómar fötur og þið setja fullu fötuna upp á pallettu sem þarna og það, fólk kunni alltaf mjög illa við þetta ég get unnið með exkrament, veit ekki hvað tala ég var bara, ég tek þetta á mig og ég var að sýsla með fötuna, þetta mynda með fötuna við skulum birta þetta fyrir hlustendum okkar eina sem ég ætla að segja hérna ég ætla að salta með besta salt í heimi saltverk ég ætla að salta þurrklóstin og að því sem hittum við eitthvað töflið frá Svíþjóð og eitthvað og við vorum bara, það þurrklósett það sem við erum og þá byrjaði eitthvað gæla sem var bara, það bara öll klósett að vera þurrklósett bara við erum að nota óslega mikið af ferskvatni að sturta skít niður og meðan alltaf þotna einn upp og ég var bara æt bro, skilur þú veist, þú getur en þú veist, þannig séð, ég setti bara fötun upp á pallettu, þú veist, ferðalag þessara fötum með sægi og kúk og skeinipapír eitthvað lengra, sko, þú veist, þetta ekkert bara látið dag uppi þarna, sko, það eitthvað að gauðra að sækja þetta og keira með þetta eitthvað í bílinn sínum og svona, ég kunni ekki við þetta, ég ætla að salta svona hluti sem að gera lífmanns eiga einhvern veginn bjarga heiminum en gera lífmanns verra, sko, þú veist, við þurfum að passa heiminum sé þess virði að bjarga honum líka, sko. Mér finnst að vera mjög on brand fyrir það Not Your Wins dæmi, sko, að það sé svona klósett það sem þú sækja þínu viðskipt, sko, og sækja til sko, það alveg smá þannig en við dýrum líka við bara ógeðslega fínt fólk, sko, þú veist, við þú veist, fórum líka bara til fólk sem var með þetta allt upp á fucking 10, sko bara Japans klósett það já, meira þannig og bara allt ógeðslega nýtt og fallegt og bara maður fann að það gekk vel og hann var bara á nýjum grenadier og einhvern veginn og svona við erum með bændur sem gera allt, sko, sem bæði bara í gallajökum að sofa í bílum sínum bensaði þetta mitt bara eitthvað svona helmingur og við bændur okkar lítur út fyrir að sofa í bílum sínum Hvernig eru klósettin í einni stjörnu ferðarönum ykkar? Þau hafa náttúrulega verið ógeðslega, sko en það ógeðslegasta sem við gerðum í fyrstu seríu sem ég líka bara svona það var svo ógeðslegt að það var mesmerizing það var kloak útstillingin í París þegar þú farið að fara sko niður í holræsin ekki katakomburnar, holræsin og sjá veitukerfi borgarinnar Fórstu í það? Já, og við fórum með á sólríkum degi og þú veist bara F-tutin var þarna ég bara, ég alveg að fara það niður og það bara, á einum staðna þá ertu bara að horfa á kerfið brenna og þú bara sjá live kúka koma framhjá, sko og það lykt af þessu og við sjáum rottur hann inni líka, sko og þetta alveg, þú veist, en ég að segja það fyrir ykkur borgarhönnuð þetta örugglega topp 5 það merkilegast sem það gerir, þú veist, veitukerfi fucking Parísar, þú veist, það ykkur snild, skilur en þarna var ég bara að horfa á live kúka, sko
floaters alveg að mæta, það var nasty og svo eitt hótel sem fórum í París þú kemur hann bara, hótel fætt drasldóma kemur hann inn, það eru gaurar hann þú veist Middle Eastern náungar bara við bara það finnur þetta hótel að fara með mellu á eða sprauta þig og einhver hefur lent í að gista þarna og verður bara, þetta er ömlegt hótel, þetta hótel var ekki ætlað til þess að gista þarna, sko, þú felur þarna að hlaða byssuna þína eða út að fara eitthvað svona og við vorum bara komnir þarna inn og þetta var ógeðslegt og það voru alveg svona pissublettir á gólfinu og svona og Steindi er alltaf mjög nájaður líka off-camera, sko, en þess að Steindi hefur sagt svo mikið að dörti hlutum um mig, ég ætla að ljúka sem þetta og segja ykkur eitt, Steindi gerði og hann var örugglega að vera reiður, en við fórum í eitthvað í London einu sinni að borða eitthvað svona, það heitir Snake in the Bucket, það eru fært 7 vængi, eitt er ógeðslega spicy, sko, og hann er það spicy, ef einhver annar vængur bara rétt snertir hann, verður hann líka alveg deadly spicy og ég hef oft gert þetta, sko, og ég bara einu sinni fór í kóma, bara vaknaði inn í mér í Tesco að drekka jógurt með konunni minni, hún var bara svona, geð mér þess að vera í lítið geit, ég bara, alveg farin og við förum í þetta og Steindi snertist það og hann alveg fríkar út og ég borðaði hann samt, sko, en hann er ekki alveg með þol fyrir chili, sko, og einum tímabúti held ég að hann var að deyja, sko, svo erum við bara búin í tökum og hann snertir hann, en hvað? Og getur hann, sko, og þú veist, þeir voru tveir eða eitthvað, voru allavega tveir sem voru alveg bara svona þannig að maður var bara og voru bara að geta einhvern ís og eitthvað og svo bara, herru, ok, tökum smá pásu núna, förum í, fáum okkur mat og krúi fæst í mat og svo höldum við áfram Steindi fyrir eitthvað að pissa með hann það hann ekki eitthvað þvegi sér nú vel þessi sterka chili-stóta fer á til hann á hann, sko. Og hann er hann bara eitthvað hann bara strókar og hann er alltaf hann eitthvað ekki fyndi og má enginn taka neitt upp hérna og er hann bara að hasta á krúið eitthvað hann er bara, þetta er fucking doktor á mig skilur við það var að koma í einhvern bylgjum sem var bara og allt krúið og leikstjórun ég vorum í gíslingu í svona 45 minútur og meðan þetta gekk yfir hann, sko. Þetta er mjög önglegt já, chili á tippi er önglegt í augun, maður er ekki að skera chili í sig og það er bara farin, sko. Það er mjög önglegt, maður. Hvað er framöndan hjá Dani? Ég er að fara til Portugal í smá frí helgina ok, og Cascais og já, bara að slaka og reyna ég var nefnilega þess að brenna hvert að fætti Portugal? Benfica, Lissabon? Já, ég flýð á Lissabon og Cascais okay. Hvað ætlum þú að gera? Bara einhvern veginn að koma lífin á stað aftur, sko bara ekkert eitthvað dóttir mín er að koma heim núna á næstu dögum, næstu vikum þannig að það verður gaman að sjá hana bara lífið gott, maður lífið er gott. En þú, Dóri, einhver sýningar? Ég er að fara túr um helgina. Okay. Planið var að taka Sauðárkrók, Akureyri og Egilsstaði. Það búið að vera sérstaklega dræmiðasal á Sauðárkróki. Ok, af hverju? Lokahóf Tindastóls reynist vera á sama tíma og ég auðlist sýninguna, þannig ég er hugsað bara að keipinni út og beðast afsökunar og segjum bara einn komið síðar, en Akureyri á laugardaginn, Egilsstaðir á sundaginn í Valaskjálf, Sjallinn á Akureyri en þótti miðar, en ekki mikið og bara vonandi verið ógeðslega gaman að sjá okkur. Maður er ekki nema 2,5 í svona veðri á krókin, sko, þú skettir og heldur annars sjó. Já, bara ekki spurningi líka, ég er mikill skakfyringur, sko. Já, það er gott að koma ánga. Guys, power Notabene, þetta var fyrsti kvöldþátturinn okkar. Já. I like the energy. Já. Takk. Velkomin í R&B þáttinn Cognac.